Góðan daginn, velkomin í DES. Þátturinn í dag verður stútfullur eins og venjulega brjálað að gera í heimi íþróttana, aðalega í knattspyrnu heiminum þar sem að margt hefur gerst síðan við vorum síðast á ferðinni. En byrjum í Þýskalandi og þá erum við hæfið að þú byrjir þetta byggi, ekki satt? Jú, ég er á heimavelli. En áður en við förum í umræðina þá langar mér til þess að þakka sérstökum aðdáanda þáttarins. Hann heitir Sebastian Schmidt og hann er hann horfir á þáttinn vikulega þó hann skilji ekki orð sem er mjög aðdáunarvert, finnst mér. Og hann er það er aldrei að vita nema að hann verði gestur þáttarins á komandi vikum. Hann er sérfræðingur Kölnar knattspyrnu og mikill aðdáandi fyrir alla leiki og svo við förum nú í málana þá voru heldur betur áhugaveri leikir í meistaradeildinni í vikunni. Já. Og það stefnir allt í þýskan úrslitaleik í London í meistaradeildinni. Og ég sá báða leikina og spáin mín gekk eiginlega eftir í sigurum en ekki í tölum. Ég bjóst nú ekki við því að að Bayern München myndu valta yfir Barcelona lið þrátt fyrir að kannski þeir hafa skorað einhver 2 ólögleg mörk eða hvað sem er, en 4-0 var bara ágætlega sanngjarnt fannst mér sko. Hefur þú eitthvað þann leik að segja? Sást þú leikinn? Ég sá báða leikina, sjálfsögðu, ekki annað hægt heldur en að fylgjast með þessum leikjum, sko. Áður en að Bayern München Barcelona hófst, þá segi ég við þá sem ég er að horfa á leikinn með, ég segi þessi leikur fyrir 3-0 fyrir Bayern München. Og það er svo hort á mig svolítið skringilega eins og ég sé bara bulla, sko. Já. En ég einhvern veginn bara sá liðin, bara 11 menn sikkur megin, og ég var bara með það á hreinu að Bayern München myndi rústa þessum leik, sérstaklega heimavelli. Og þú veist, þegar þeir fóru að rústa þessum leik í seinni hálfleiknum, þá einhvern veginn bara kom þetta mér ekkert óvart. Þetta var bara fullkomlega nákvæmlega svo leikurinn þróaðist, eins og segir, þetta var bara verðskuldaður 4-0 sigur. Það bara ekki öðruvísi, og þetta er eins og við töluðum í þættinum í síðustu viku, að þetta var alveg í spilunum, en hins vegar náttúrulega geta Barcelona sett í fluggýrin, en ég held að 4-0 sé bara of stórt og það er eins og við töluðum þú veist, Bayern var alltaf líklega til að sigra fyrir leikin kannski 2-0, 3-1 eða eitthvað, og þá var Barcelona alltaf inn í seinni leiknum, en eins og þetta fór 4-0, Barcelona átti ekki séns, átti ekki break. Þá held ég að Bayern séu bara konur með annan fótinn, ef ekki 1,5 fót í úrslitaleikin á Wembley, og já, ég sé sko, þetta er ekki búið, en ég sé samt ekki leið fyrir Barcelona inn í þetta. Eina leiðin fyrir Barcelona til að komast í gegn og að sigra er náttúrulega að skora bara 2 mörk á fyrsta korterinu í Barcelona. Þá eiga þeir séns, en þetta er bara, Bayern eru besta knattspyrnuliðið í Evrópu í dag, punktur. Já, ég tek undir það. Ég sá líka bara hungrið hjá þeim. Já. Svæni átti eitt sem besta leik á árinu. Já. Og á þessum tímapunkti hann var að sendingarnar hans voru með ólíkindum sko. Hann átti einhverjar 3 sendingar á lofti í seinni hálfleik, í fyrri hálfleik, sem voru á tæpasta vaði, og ég sé hann ekki oft gera, en hann var bara klár í leikinn og Bayern, allir leikmennirnir klárir í leikinn og þeir ætluðu að vinna þennan leik stórt og ekki fá þessi mark, og það er ekkert grín að gera það á móti Barcelona. Þeir geta refsaðir strax, en þeir voru líka lélegir. Ég tek það ekki af þeim, en þú spilur eitt betur en andstæðingur liður. Og svo er annað í þessu. Sama dag og þessi leikur er spilað, þá tilkynnist það að Mario Götze hafi verið seldur, eða sé að fara, búin að gera semjum það að fara til Bayern München í lok tímabilsins. Og heldur betur við að rugga bátnum í Dortmund
daginn fyrir mikilvægasta leik ársins og ég var búinn að, þú manst við vorum búin að ræða þetta í síðustu viku að ég hefði talið fyrirfram að Real Madrid væri sterkara liðið og myndi hugsanlega nýta sér það. En ég var líka búinn að segja það væri eitthvað djöfulinn í gangi þarna í Dortmund og ég veit ekki, þú veist, hvernig, það eitthvað í skíunum, það eitthvað búið að skrifa D-O-R í skíin og ég var sannfærður það eftir þessi skipti, eða eftir þessar fréttir, að Dortmund myndi valta yfir Real í svona leik. Og þetta bara það samheldi lið og stuðningsmennir eru náttúrulega með ólíkindum og með hennar völl þarna, 80 manna völl og bara hitinn í stuðningsmennunum og líka leikmennunum og ég tók eftir því að í flestum fjölmiðlum og flestum svona Facebook svona aðdáendasíðum þá voru leikmenn Dortmund að segja við erum allir, þú veist, eitt lið í kvöld og að róa stuðningsmennuna niður og það tókst ágætlega en þeir slepptu því að lesa upp liðið fyrir leikinn í Dortmund svo það ekki baulað á gott eða svo, þú veist, þeir tók ekki sénsinn á því okay. Ég var búinn að spá 3-0 fyrir daginn fyrir Dortmund með vítaspyrnu en 4-1 var niðurstaðan og ég hélt að það væri búinn að klúðra þessu þegar Hummels gaf glataða sendingu tilbaka og náði að jafna en þetta lið einhvern veginn bara þeir eru frábært fótboltalið en þeir eru samt vannmetnir finnst mér, ennþá ég vannmet á ennþá hverja helgi og í hverjum leik einhvern veginn virka bara eins og þeir séu ekki alveg með allt á hreinu en svo skora þeir þegar þeir fá færi og þeir skoruðu nánast úr öllum færunum sínum í þessum leik. Já, sko ég verða að viðurkenna að ég náttúrulega var búinn að spá í þættinum að Real Madrid myndi vinna meistaradeildina og ég verð að standa við það ennþá þar sem þetta nú ekki búið og ég meina þú veist Madrid getur unnið 3-0 á Bernabéu og þá eru þeir áfram og veist, það ekkert útilokað en veist, þessi úrslit komu gríðarlega óvart því ég bjóst við mjög tætt einvígi milli þess að tekja liða og náttúrulega eftir að það fer hann í 1-1 eins og segir eftir að Hummels gerir stór misthögg þá hugsa maður okay þetta mjög stórt próf fyrir Dortmund og þú veist maður ekki gleyma því að Dortmund mjög ungt lið þetta er lið með meðalaldur upp á sko, þetta rúmlega 23 ár þannig að þarna sá maður bara eins og segir liðsheildina, hún ótrúlega og þannig að maður ekki gleyma sko þjálfaranum að hann sko stórkostlega búin að vera stórkostlega og gríðarlega stór þáttur í velgengni Dortmund Já. Hann ekki svona dýrkaður Föður ímynd og og hann einhvern veginn svona bara yfir algjört sammenningatáknir í liðið og líka gaman að sjá eftir leikinn hvernig þeir leikmenn Dortmund fögnuðu sigrinum fóru að aðalstúkunni þarna fyrir aftan markið og settust niður þarna, þú veist, á vítategsbrúninni og það stórkostlegt að sjá það ekki hverjum degi sem að sé svona lið fagna svona sigri, þú veist, á þennan hátt en ég held að þetta stefni í það að það væri þýskur úrslitaleikur á Wembley og eins og sumir hafa sagt Fußball's coming home Já, nákvæmlega Fußball is coming home og það verður bara mjög og sá leikur verður náttúrulega eins og þú komst inn á með Götze hann verður sko rafmagnaður ef úr verður eins og allt stefnir í þú veist Götze náttúrulega verið að spila þarna einn af sín síðustu leikjum fyrir Dortmund á móti félaginu sem hann að fara til sumarið og það mun skapa mjög svona áhugaverða svona spennu, svona auka spennu og nógu mikið spennu nú þegar mun verða ef þessi leikur verður veruleika þarna munu mætast 2 stærstu liðin í Þýskalandi og þetta mun verða rafmagnað andrúmsloft ef að verður en gleym ekki seinni leikirnir eftir og það getur sem allt gerst og líkurnar sé ekki miklar Allavega með Madrid ef að Madrid ná að setja eitt strax þá veit maður aldrei þeir eru eftir að fá fullt af færum í leiknum það er alveg hreint það er eins og segja með Madrid ég held að Mourinho áttir að taka meistaradeildina með Madrid það verðist allt benda til þess að hann sé að fara aftur til Chelsea allavega Bild reportuð það strax eftir leikinn ok Bild voru nú líka fyrstir með Götze-fréttina hana það einmitt það sem menn voru að tala um að því að Bild kom með þetta með Mourinho
þá ber að taka því alvarlega því að þeir eru víst yfirleitt með fingurinn á púlsinum í þessum efnum. Já. Þetta verður forvitnilegt að sjá, en þá náttúrulega kannski ber okkur að ræða sko, hvort að svona, þessi svona power shift í Evrópuboltanum sé að færast frá Spáni, eins og búið að vera á síðustu svona 5-6 árin, og til Þýskalands. Nei. Það það eru þarna nokkra mínútur. Þetta eru 2 mínútur, Oddur. Já. Sem að munar því að það séu 3 spænsk lið í undanúrslitunum. Á móti Bayern. Og þá væri fólk að tala að spænska deildin væri sterkasta deildin. Ég er á þeirri skoðun að þýska deildin sé sterkari eða knattspyrnulega betri heldur en enska deildin. Og enska deildin sé ef til vill betri en spænska deildin. Ég held að þýska deildin sé besta deildin, eða svona knattspyrnulega sé svona sterkasta deildin. Ef þú setur bara öll liðin í hrúgu og þau bara spila í deild, þá held ég að þýsku liðin endi ofar heldur en lélegu liðin í Englandi. Og Bayern myndi vinna þá deild. Já. Og svo kæmi United eða City eða Dortmund eða hvað sem það er, og þau myndi kannski svona hrúa sér upp þarna saman efstu 10, svona 5 og 5 þýsk og ensk. Þannig að ég held að segja ómögulegt að segja. En knattspyrnan í Þýskalandi það er miklu meiri gæði í henni heldur en knattspyrnan í Englandi að meðaltali. Þetta er boltanum haldið niðri, það er verið að senda fasta sendingar til lappirnarmönnum. Það er ekki leifð gróf brot eða svona harka eins og í Englandi. Það er alltaf flötu þeir einbeita sér miklu meira á fótboltanum, en það vinnur Þýskaland England í fótbolta, og þeir eru með þjóðverðarnir eru betri í knattspyrnu heldur en englendingarnir per se sko. Og þú veist, maður getur talað þetta í mánuð á þess að komast að nefnir niðurstöðu, en varðandi meistaradeildina þá held ég að hún sé ekki engin svona raunveruleg mælistika á styrkleika deildana. Það er kannski meira, það væri kannski meira hægt að segja að þetta væri raunveruleg deild. Þetta er úrsláttarkeppni, þannig að það er, eins og ég segi, þýska deildin, hún er ekki síður en enska, og spænska deildin mér finnst hún lögust af þessum 3, en það munaði engu að það væru 3 lið í undanúrslitum frá Spáni. Þannig að Akkurat, ég get ekki andmælt neinu sem þú sagðir, vegna þess að þetta er allt mjög gott og gilt, og menn eru svo fljótir, eins og segja, þetta er útsláttarkeppni og menn eru fljótir að hoppa upp á hennan vagn og segja að Þýskadeildin er núna farin að dominata, Pep Guardiola koma til Bayern og það fram til göttunum, eitthvað bara rugl. En myndist nú England þarna, þá verður nú að staldra þar við og fara yfir málin þar síðustu daga. Það náttúrulega eitt mál sem að tröllríður öllu. Það er það úrúgvæski landsliðsmaðurinn Luis Suárez hafi ákveðið að býta leikmann í ekki fyrsta skipti á ferlinum, heldur í annað skipti á ferlinum, og hlauta launin 10 leikja bann sem var staðfest í dag. Fyrsta, hvað fannst þér atvikið og finnst þér refsingin vera réttlát? Já, ég sá þetta atvik í fyrsta skipti í dag, af því að ég las hvað gerðist og ég nefndi ekki að eyða tíma mínum í að horfa á þetta, og þetta er bara það glórulaust og heimskulegt og með ólíkindum mikill bjáni þessi maður sko. Já. Og hann eins og Gary Neville sagði, var það ekki hann sem hann sagði, hann var í Street Fighter og var að taka upp hanskan fyrir hann einhvern veginn. Ég man ekki hver var að segja það allavega, en það var eitthvað að reyna að kryfja þetta til merkjar eitthvað að hann væri ennþá að læra og bla 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 og eitthvað svoleiðis. Já. Læra hvað? Þú veist, hvar við hvernig við að miða? Við leikskóla, grunnskóla, vinnustað. Þú lærir ekkert að hætta að bíta þegar þú ert fertugur, sko. Þú ert bara eitthvað klikkaður, sko.
Ég sá þetta atvik í dag þegar, þú veist, ég held að hann hefði kannski aðeins svona glefsað í henni eitthvað. Nei, hann bara grípur í handleggina á honum og bara eins og hann væri að fara að taka bita af kjúklingalegg, sko. Já. Bara bítur í henni, ég veit nú ekki hvort þetta var fast. Það hlýtur nú að vera, viðst hann gerði þetta. Ég meina, Ivanovic bendir dómaranum á bit farið. Já, það er bit farið. Það er sem sjokkar mig mest, að þegar Ivanovic bendir dómaranum á bit farið á handleggum á sér, að dómarinn skulle ekki gera neitt, eða skulle ekki spyrja línuvörðina neitt, samt ekki hvort að hafa bitið það. Dómarinn bara, þú veist, sópar þessum til teppið og þú veist, það er enginn að horfa, þú veist. Það finnst mér magnað. Það er náttúrulega bara, kemur mér ekkert óvart, dómgæslan í Englandi er náttúrulega alveg fáránléleg, sko, og hefur alltaf verið það. Já. Og með saman hvað hver segir, hún er ömurleg, þú veist, það er algjörlega 50% tilvika sem að hotspinnur eru gefnar fyrir réttar, þess að eru réttar, þú veist, boltinn fer í hælinn á okkurum og dómarinn bara, þú veist, gerir bara eitthvað, þú veist, það er eins og þeir hafi enga reynslu í dómgæslu og svo kemur eitthvað svona atvik og ég veit ekki hvort að dómarinn hafi séð þetta ekki en augljóslega átti sér eitthvað stað þarna og ákveður að gera ekki neitt af því að þetta er England eða ég veit það ekki og svo eru tvær hliðar á þessu, svo var eitthvað 10 leikja bann fyrir þetta sem er bara fínt, ég meina það er ekki fínt. Ef þú lítur bara þetta atvik og tekur allt annað í burtu, þá er þetta algjörlega réttlátt refsing. Og svo þetta er bara út í hött, hvernig ætlar að það er ekki hægt að afsaka þetta. Nei, þú getur enga með varið hann eða neitt. Hann er heppinn að vera laus, sko, þú veist, vera frjáls maður og svo svo maður heyrir úr herbúum Liverpool eitthvað væl, þú veist, þessi allt og strangt og hann er búinn að taka sig á og ég veit ekki hvað ég á að segja meira, sko, Þetta er stórkostlega fáránlegt atvik einhvern veginn allt og eins og segja, refsingin er réttlát með við glæpin, en svo getur náttúrulega tekið aðra glæpi eða önnur atvik og sem hafa gerst í Englandi þar sem menn að vera að fá of væg bönn, en við ætlum ekki eða tíma okkur í að ræða það núna, en Manchester United eru víst orðnir enskir meistarar. Já. Við höfum kannski að klappa fyrir þeim einu sinni eða tvisvar. Já, það halda áfram. Já, ég segi, við getum aðeins hrósað þeim fyrir það eitthvað aðeins og náttúrulega eins og við erum búin að ræða þá er þetta algjörlega kallinum að þakka. Já, kallinum að þakka, þeir eru búin að vera steady í vetur og Robin van Persie er Englandsmeistari og og án hans hefur verið í 7. sæti. Nákvæmlega, það er alveg hálf rétt og það fyrir ekki milli mála og ef Van Persie hefur verið í Arsenal þá var Arsenal meistari, ekki satt? Já, jú, það er rétt. Arsenal meistari ef Van Persie var ennþá í Arsenal. Já, þetta er einmitt fyrsti leikur United núna eftir að það er unnið titilin er á Emirates. Er á Emirates, einmitt, á morgun. Já. Nei, á morgun, eða ekki? Jú. Skilst mér. Helgina getur við sagt. Á sunnudaginn, annarkvort. Já. En hverjum er ekki sama? Sá leikur skiptir öllu máli reyndar fyrir Arsenal. Já, ekki fyrir United. Þannig að spurning hvaða liði Ferguson stellur upp. Hann hlýtur nú að stilla upp svona sterkasti liði. Menn er nú að gera þetta fyrir ánæginn ennþá að spila fótbolta. Já, þeir eru möguleika að setja eitthvað með stiga með þetta, þannig að ég held að við munum að leggja sér allir fram í það. Það er ekkert stórmót í sumar en eitt slíkt, þannig að það er ekkert að hvíla menn en eitt slíkt. Nei, Van Persie mætir ábyggilega og það verður sungið hann, skemmtilegt, að sönga og markið hans nummer 2 var náttúrulega 20 milljón punda virði á móti Aston Villa. Það fáránlegt mark sem hann skoraði. Fáránlegt og til hamingju með það. Já, til hamingju með titilinn Manchester United. Það er að geta að þeir hafa ekki ennþá endað fyrir utan efstu 3 sætin síðan Premier League var stofnaði 1992 sem fáránlegur árangur. Það er nokkuð góður árangur og
það svo fyndið að hugsa til þess að þeir sem að styðja Manchester United og eru svona af okkar kynslóð þannig séð, þeir þekkja ekkert nema það að United séu í toppbaráttu og ég segi nú bara við stuðningsmenn Manchester United, njótið þess á meðan það varir, vegna þess að það er ekkert að taka svona hlutum sem sjálfsögðum hlutum. Það þarf ekki mikið til þess að lið detti úr því að vera í titilbaráttu og niður í það að vera í 10. sæti. Við sjáum, Liverpool er gott dæmi með það. Já, það er bara þannig. Já, en höfum við ekki smá tíma fyrir NBA í restina? Jú, við skulum segja það að Miami Heat sé orðnir meistarar. Já, mér líst vel á það, ég spáði því fyrir löngu síðan. Og já, Russell Westbrook, svo kallaður LeBron James bakvarana í NBA-deildinni, hann fór í aðgerð í dag, hnéaðgerð. Ég veit ekki umfang þessar aðgerðar, en aðgerð hljómar illa á þessum tímapunkti. Segja hann geti komið aftur, en hann verður ekki 100% í efast það, þannig að það var svona þeirra helsta ógn er sagt. Spurs eru ekki alveg heilir heldur, þó þeir séu nú að raskella Lakers sem eru líka bara í köðlunum, þannig að það er no contest, sú sería er búin. Og það er spurning með Clippers hvort að þeir séu að hitna og gætu kannski stólið ykkur leikjum ef þeir fari í úrslitina mútið Miami. Þetta er áhugaverð úrslitakeppni, þó þetta séu vonbrigði að sjá tvo bestu bakverðunum vera frá Rondo hjá Celtics og Westbrook hjá Thunder. En Miami eru að fara þeir eru að fara þeir eru bara í öðrum gír í gegnum Austurdeildina held ég. Og svo bara hvílaði sig fyrir úrslitin og svo sjáðu bara hvað gerist. Þannig að, hvað heldur þú? Sko þetta er svo einfalt fyrir mig einhvern veginn. Ég held að ég hef búin að minnast á það einhvern tímann fyrir vetur að Miami gætu jafnvel sópað úrslitakeppni. Og sko þeir eru að fara að sópa þessari fyrstu viðureign, síðan mæta þeir ég veit ekki hugmyndu hverju þeim mæta mögulega í næstu umferð, en sko mögulega eins og við vorum búin að tala mögulega tapaður einhvern leik kannski móti Knicks mögulega þarna í undanúrslitunum í austurúrslitunum. Þeir mæta Bulls held ég. Já, það er sópa því. Nei, þetta er mjög mikil vonbrigði bara fyrir deildina, fyrir NBA-deildina og fyrir þá vöru sem NBA-deildin er að framleiða. Þetta er náttúrulega síðasta árið hjá David Stern sem commissioner og hann svona lítur út fyrir að hann sé að skilja við deildina í höndum Miami Heat í svona dominating stöðu. Við höfum náttúrulega rætt það að Oklahoma City Miami í úrslitum gæti verið áhugavert. Það var náttúrulega úrslitari menn í fyrra. Við vorum bara að tala um Westbrook, Durant, geta strítt Miami Heat og það er ekkert útilokað að Oklahoma City hefði getað unnið svoleiðis úrslitari en náttúrulega núna fyrst að Westbrook er out, þá held ég að meiri segja ef Oklahoma City fara í gegnum vestudeldina sem þeir geta svo sem álega ennþá gert, það er ekkert útilokað, þá held ég að gegn Miami Heat þeir ekki góða möguleika á að sigra. Þannig að ég held að líkt og í meistaradeildinni þar sem er orðið útlit fyrir þýskan úrslitaleik þá held ég við getum alveg staðfest það að Miami Heat séu konum með 5 fingur á NBA-titilinn þetta árið. Það er fáránlegt að segja þótt að sé ennþá fyrsta umferð í úrslitakeppni. Já, það er sko ef að Spurs gætu einhvern veginn náð heilsu þá eru Miami ekki búin að vinna titilinn. Spurs eru bara fáránlega vel þjálfað lið, það er fáránlega gaman að horfa á það líka. Þó að þetta er svona bara fundamental körfubolti. Mikið sendingar, dribbls, menn að bara henda boltanum til og frá Parker einhvern veginn svona að ruggla þau svo í rýminu eða vort á dekkan og það er með ólíkindum og svo eru þeir að fá opin skot og þeir að spila svona effektív kerfi.
Svo hérna spurning með ég ætla að segja með Oklahoma Westbrook, Já, eins góður og hann er með 24 stig og 7 stóðsendingar að meðaltali í fyrstu tveimur leikjunum á móti hérna Rockets. Hann tekur flest skot allra hjá Thunder. Hann er með fleiri skot heldur en Kevin Durant sem er miklu betri skorari og sem er bara fáránleg tölfræði. Þetta er unheard of í NBA. Þetta er svona svo Pippen að vera að taka fleiri skot en Jordan. Þetta er svona svipað og svona alltaf glórulaust. Og í fjóraleiklita í leiknum á móti Houston, öðrum leiknum, þá tók Westbrook hérna, by the way, leikurinn í jafn. Houston náði að komast yfir í fjóraleiklita sem að Thunder önnu síðan á endanum vegna þess að Kevin Durant ákvað að skjóta. Hann tók sitt annað skot í leiklutanum þegar það voru 3 mínútur eftir. 3 stiga skot langt fyrir utan og hann alltaf beint ofan í. Hann gerir þetta bara svo að drekka vatn. En annars voru þetta bara bull skot, bara hér og þar og Westbrook er að tapa boltanum og hérna Houston áttu 17-2 run til að komast yfir í fjórleikluta. Sem myndi aldrei gerast ef að Steve Nash eða Rondo væri point guard eða Chris Paul. Þetta er bara út af því að hann er bara með 1 gír og hann er bara full að ferða áfram. Hann getur ekki róa leikið niður, hann er með ekki composure, hann getur ekki, hann er ofvirkur, alveg hrikalega ofvirkur, hann getur ekki stoppað og chillað og tekið skot, hann tekur skotin bara hlaupandi á ferðinni alltaf, engu jafnvægi. Já. Þannig að spurning hvað, ég veit ekki, menn það er fróðilegt að sjá næsta leik vegna hann spilar ekki næsta leik og það er hans fyrsti leikur á ferlinum sem hann missir af. Já, nákvæmlega. Það var mitt. Með ólíkindum. Með ólíkindum að hann sé ekki búin að missa leik fyrir núna. En, heyrðu, þá hérna held ég séum bara orðnir helviti góðir í bili. Já, gaman að fylgjast með þróun mála í NBA úrslitakeppninni og svo náttúrulega seinni leikjunum í meistaradeildinni, hvað gerist? Ég held að þjóðirinn séu með þetta, en það verður fróðlegt að sjá. Herru, og svo hérna, svo styttist í 10. þáttin hjá okkur, ekki satt? Jú. Og það verður sérstakt tilefni þar. Viltu ekki segja frá því? Já, við skulum ekki vera uppljóstra of mikið, en við segjum bara stay tuned. Já. Stay tuned for more, það verður ekkert annað. En að lokum, þú þarfst að koma með tölur fyrir hérna meistaradeildina sem er náttúrulega aðal subjectið hérna. Já, í þessum þætti. Já. Viltu að ég spáða fyrir seinni leikina? Já, bara, já. Herru, seinni leikur Bayern München og Barcelona fer 2-2. Ok. Og þar alveg fara Bayern München áfram. Seinni leikur Real Madrid og Dortmund fer 3-1 fyrir Madrid. Það er rosalegt. Yes, sir. Þetta, nú er ég búin að leggja spilin á borðið og þarf að horfast í augu við sannleikann í næsta þætti, það er bara þannig. Já. 2-1 fyrir Bayern sem er endar meikar engasnæðis, en það er eitthvað, ég ætla að giska það. Já. Og 2-0 fyrir Madrid. Já. Þannig að við erum alltaf sammála því að þetta verður þýskur. Það er í rauninni meiri spenna heldur en 3-1. Já. En herru, þá þökkum við fyrir í bili og sjáumst í næsta þætti af Dash. Takk fyrir. Wiedersehen.